Já, Lalli, þeir eru komin í ansi sterka stöðu, 2-0 og ægilega mikilvægur sigur hérna úti. Já, þetta var frábær sigur hjá okkur og hérna segir mikilvægur. Við erum komin í 2-0 yfir og við erum í hérna mjög góð stöðu til að geta klárað á þetta sunnudaginn, en þetta er samt sem áður alls ekkert búið. Það var þannig að þið náðu að loka algjörlega á þeirra lykilmenn, Govens og hinn útlendingur þannig að nýji, þeir komist hvorki lönd eða strönd gegn sterkri vörn hjá ykkur. Já, ég hef bara ekkert pælt í því kannski að við höfum kannski lokað á þá, en það sem rétt hjá þér ef maður pælir í því, en við bara spilum frábæra vörn í 35 mínútur, kannski ekki svona fyrstu 5 mínútur í seinni hálfleik. Þá fórum við niður á hælana og hérna spilum illa, en sem betur fer þá rífum við okkur aftur upp og klárum þetta frábærlega og sérstaklega með góðri vörn. Þetta vera svona ánægði með nánast allt í þessu leik. Já, nema kannski hvernig við komum til leiks í seinni hálfleik. Það var alls ekki gott og þeir eru náttúrulega bara hérna gripu tækifæri að við vorum ekki tilbúnir og komumst inn aftur inn í leikinn, en við bara svona þjöppum okkur saman og náðum að rífa okkur aftur upp og svo klárum þetta frábærlega. Já, þeir eru svona, það virtist vera mikill góður andi í ykkar lið, mikill stemning, svona, eru það að toppa svolítið núna? Já, klárlega, sko, við tölum alltaf það að bæta okkur frá síðasta leik og við gerum það núna alveg bara mjög mikið og við þurfum að halda því áfram. Við þurfum einn sigur viðbútt og við leggjum mikið upp á að standa saman og Þórsarinn eru líka þannig lið, þeir geta sett 4-5 þrista bara í andlita á okkur í röð á mínútu og það eru flest lið sem myndu bara brotna við það eðlilega, en við höfum svona svolítið einblítt á að standa saman alveg sama hvað gengur á og það hefur virkað, sérstaklega í þessari seríu og við ætlum að halda því áfram. Það eru Bullock hérna í þessu leik og alveg svakalega leik. Hvað getur þú sagt með svona þennan leikmann og þessa frammistöðu hjá hann? Hann er bara virkilega fagmannlegur, hann er alltaf nautsterkur, getur skotið og svo inni, hann hefur bara allt saman og fyrir utan svona hæfileika þá er hann bara virkilega svona þægilegur utan vallar, hann étur vel og æfir sér vel og það bara skilja sér á vellinum. Virðist vera svona jarðbundinn karakter og mikill liðsmaður? Já, þetta er bara toppnáki og þetta er svona bara draumur bara allra að fá svona leikmann til sín og þeir reynda báðir, þeir eru topp náungar og Ryan líka, þannig að við erum mjög heppnir með útlendinga og þá sérstaklega eins og segir með Jay. Hvernig líst þið svo á næsta leik heimavelli? Þið langar auðvitað að klára bara dæmið? Já, klárlega langar okkur að klára, en við samt verðum náttúrulega að koma okkur niður á jörðin eftir þennan leik og bara svona undirbúa okkur undir þennan leik nákvæmlega eins og við höfum verið undirbúið okkur, bara að standa saman og spila okkar leik og þá ættum við að klára þetta, en náttúrulega Þórsarnir eru alls ekki að koma og fagna með okkur á sunnudaginn og við þurfum að gera grein fyrir því að þeir mæta dýrvitlausir en við ætlum okkur samt sem að klára þetta og bara maður fer í hvern leik til að vinna og það hefur verið nákvæmlega sama upp á teiningin á sunnudaginn.